What about us? Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportþátturinn ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá komið að kraftlyftingunum. Það alltaf bullandi uppgangur þar að venju og nóga að vera og nú erum við komið með á línuna Viktor Samúlsson sem náttúrulega í fullum undirbúningi fyrir heimsmeistaramótið í kraftlyftingum og hann núna komin á línuna hérna í beinni frá Akureyri. Heill og sæll félagi. Já, blessaður. Hvernig hefurðu það? Bara eiginlega fínt. Já, herru, það nú ýmislegt búið að ganga á núna fyrir norðan upp á síðkastið. Þið eru það ekki konir nýja aðstöðu og fleira? Jú, komum við í kræmi og bætta aðstöðu. Já, maður fór hann í heimsókn í sumar og já, svo bara áður maður veit af þá eru þið komið í nýja aðstöðu. Já, það voru bara að kíkja aftur. Já, heldur betur. Hvernig nýja aðstöðan? Með bara svaka sín, með alveg 5 metra loftæð og mun opnari og svona eðlæri fyrir þessa starfsemi heldur en kjallarinn sem vorum í, sko. Nákvæmlega. Þannig að þetta heilmikið bylting fyrir lyftingamennina. Já, heldur betur. Þetta alveg ægilega flott. Já. Þú varst nú að þjálfa í kvöld. Þú ert það ekki að sjá svolítið ykkur grunnþjálfun eða ekki í kraftlyftingu núna? Jú, ég var með grunnþjálfun núna 8 til 10:30. Já, og eru margir núna að læra svona grunnþjálfun í kraftlyftingum? Já, það alltaf einhversu tíma til. Já, þetta það ekki lykilatriðið mitt að fara og hafa menn til þess að kenna sér hvernig á að stunda kraftlyftingar? Jú, algjörlega. Já. En ef við komum aftur að, förum að þér sjálfum, hvenær byrjar þú sjálfur í kraftlyftingum? Ég keppti fyrst skipti á 15 ára fyrir 10 árum síðan. Og hvað kom til? Hvað segirðu? Og í hverju kepptirðu þá? Ég keppti í Bergkessu og gamlasnöðu. Það fyrsta. Er það sem kom til að þú fórst bara að stunda kraftlyftingar á fullu? Já, allavega svona hægt rólega. Þú væntanlega þegar þú byrjar í þessu, þú sást ekki endilega fyrir þér og væri að fara að keppa á heimsmeistaramótið, það nokkuð í þessum greinum? Nei, ég var lítið að stóða því þá. Nei, nákvæmlega. En þetta nú ekki þitt fyrsta stórmót sem þú ert að fara á? Nei, ég búin að alveg vera að fara út einu sem til þessar árið sem 18 ára, sko. Já, nákvæmlega. Og það þarna, þið eru það ekki ansið stór hópur þarna fyrir norðan sem eru að æfa saman og passa vel upp á hvern annan? Já, þetta hörku félag okkur alveg stærsta kraftlyftingar landsins þetta. Sér ekki nokkuð spurning. Já, nákvæmlega. Og eitthvað sem finnst búin að vera að breytast núna í kraftlyftingum síðustu 9 árum? Já, alveg helling, sko. Það voru hugafarið fyrir íþróttalega búin að breyta svolítið og bara umhverfið sem við erum í búin að breyta alveg helling. Úr því að vera í einhverjum nokkrum fermetrum í einhverju hliðarherbergi í íþróttahöllinni í alveg hörku aðstöðu í dag. Þannig fyrir kraftlyftingar Akureyrar, sko. Já. Og þú ferð að keppa núna á heimsmeistaramótinu, í hverja greinum myndu keppa? Það mjög. Og hvernig svona leggst undirbúningurinn í því? Hann leggst bara ágætlega í mig, sko. Það svona upp og niður eins og alltaf, sko. Ég alveg nokkuð eftir með þetta. Já. Og hvernig svona undirbúningu fyrir svona stórmót? Hann eitthvað öðruvísi en fyrir venjuleg mót? Ég rauninni bara svona hvaða mót. Nákvæmlega. Í að keppa í kraftlyftingum, þetta ekki bara þetta ákveðin það ekki svona lífstíll, það þarf að hugsa um allt saman, það mataræðið, það æfingatímarnir og svefnin og fleira, ekki? Jú, það allt saman bara eins og allir afreksíþróttamenn held ég þurfa að hugsa um. Já. Og konur. En hvernig svona fyrir nú það ekki fullt af ungu fólki og efnilegum það ekki að svona dett inn hjá okkur? Jú, það fullt að liða bætist inn alltaf. Og alltaf að stækka þeir sem að keppa í kraftlyftingum á Íslandi held ég. Já. Það alltaf þessi hörku uppkjalla í Sölland.
En mótið núna eftir 2 vikur, hvað það haldið fyrir hlustandan? Það er haldið í Pilsen í Tékklandi. Já, og þekkir eitthvað til þar? Ég hef farið tvisvar til Tékkland. Já, nákvæmlega. Hvernig er ekki fleiri akureyringar að fara að keppa? Ert þú eini sem mætir? Ég eini akureyringurinn og svo fyrir hann Júlía. Já. Og svo einhverjum svona þjálfarar sem fylgja okkur. Já. Og þið náttúrulega, já þið mætið sem algjöru víkingar á þetta mót? Já, ekki spurning. Já, nákvæmlega. Já. En hvernig, nú eru margir sem spyrja sig þegar þú ert að æfa sjálfur. Þetta er ekki bara að mæta bara í liftingarsalinn og lifta. Þetta er heilmikið program. Þetta er ekki, þú mætir ekkert beint og fer bara beint að lifta. Þetta er upphýtanir og... Já, og þegar maður komur meiri þyngdur þá er maður kannski lengur að hitta upp í þyngdur á svona vill vera í, sko. Þannig að þetta er alveg ekki verið langar æfingar. Já, þarf að undirbúa svo mikið andlega fyrir hverja liftu þegar maður er komin á svona mót? Já, þessi erfiðast andlega, þessi frekar en líkamlega. Já. Það er bara að tala fyrir sjálf á mig. Að halda sér, að því að kraftvík getur tekið alveg 4-5 tíma og maður að halda sér svona vel upp. Ekki bara andlega. Hvernig með þig, býrðu bara þarna í liftingarsalnum alla daga? Nei, ég segi hann ekki. Ég býr bara með kæritunum minni og kæritunum minni. Já. En ég vinn á kraftvíkafélaginu og þetta er svona eina sem ég gerir, sko. Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega ekki algjör draumur að geta stundað áhugamálið? Algjörlega, algjör forréttindi. Já. Hvernig er svona, já, nú er náttúrulega þið eru stærsta kraftlyftingafélagið og já, það eru það ekki fjölmargir svona íþróttamenn og öðrum greinum sem það ekki leita líka til ykkar upp á að styrkja sig og bæta stökkkraft og fleira? Jú, mér finnst kannski persónulega að mætti vera fleiri, sko, en svona aðra íþróttir sem mætti kannski að vera með skipulagður í styrkþjálfun fyrir sína menn og konur. Það eru alltaf einhverja bæti stuð, sérstaklega núna þegar við komum með svona góða afstöðu, það er alltaf einhverju svona leik til okkar. Já, kraftlyftingarna gera svo mikið eða ekki bara í allar íþróttir? Jú, alveg bara besta styrkþjálfun fyrir hvað sem er. En hefur aldrei æft neina aðra íþrótt? Hefur bara alltaf kraftlyftingar eða? Nei, ég var í trúið aftan þegar yngri, ég var mest í handbolta, hætti í fjórðarflokki. Já. Það var svona, og svo var ég fótbolta á júdó einhverju þegar ég var einhver polli. Já, menn vilja kannski ekkert mæta þér í dag í handboltanum, þú sem varnarmaður kannski þó? Ég veit það ekki, sko, ég held ég myndi kannski ekkert halda mjög vel og einhverju myndi halda. Já, þú meina það, já, og mikla kröfur. En auðvitað þarf maður einbindari, en hvernig er svona, já, nú er náttúrulega 2 vikur í mótu, þú ferð út, hvenær þá, í næstu viku eða? Hvað segir þú? Þú ferð út í næstu viku eða? Já, ég fer út á miðvikudaginn næstu viku. Já. Keppi á föstudegi og þannig ég smá tíma svona til að kynna mér aðstæður. Já, nákvæmlega, glæsilegt þeirra. Viktor Samuelsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Það eru, allar helstu upplýsingar það er hægt að fylgjast með ykkur eða ekki í gegnum kraftlyftingafélag Akureyrar á Facebook? Jú, bæði það og bara bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Já, takk fyrir. Takk sömuleiðis. Margblessaður. Bless. Já, Viktor Samuelsson og eins og hann kom inn á það er þetta að fara inn á kraftlyftingafélag Akureyrar og svo er náttúrulega kraft.is, kraftlyftingasamband Íslands. Þetta er flottur hópur sem við eigum og við heldum betur flotta afreksmenn hérna á ferð. En nóg það í bili, við ætlum að klára þáttinn í smá boltaspjalli og það verður núna á næstu mínútum. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM 973 í Keflavík.